Þá koma öðru lið á dagskrá, Dalsbraut, gangbraut á ljós, breyting á deiliskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 28. janúar 2026. Þar var lögð fram tillaga að breyting á deiliskipulagi Dalsbrautar frá Þingvallastræti að Miðhúsabraut, sem felst í að texti gangbrautarljós á Dalsbraut þar sem fram kemur að ljósin skulu útfærð með þeim hætti að rautt ljós verði að staðaldri bæði á akandi og gangandi umferð er felldur út. Er í staðinn gert ráð fyrir að gangbrautarljósin verði útfærð á sambærilegan hátt og flest önnur gangbrautarljós í bænum. Það er rautt ljós kemur á akandi þegar ýtt er á hnapp. Er breytingin gerð vegna fjölda ábendinga sem hafa borist í gegnum tíðina óöryggi við nýtingu þessara gangbrautarljósa. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Það er bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir lokið mál sín og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Anna Salóme Ingiberga Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil fagna þessari breytingu, hugmyndin á góðu upphafi, en þegar á reyndi þá veitti þetta falskt öryggi, þar sem ökumenn búast við því að það komi grænt ljós þegar þeir akaða ljósunum og hugsa þó oft ekki að gangandi vegfærendur geti verið á ferli. Það er gott að prófa hluti og breyta svo til ef fyrir liggur að tilraunin hafi ekki heppnast sem skildi. Í þessu samhengi til ég þarft að öll gönguljós í bænum, hvort heldur sem eru gangbrautarljós eins og í þessu tilfelli eða ljósi stór og minni gatnamót, þurfi að rýna með tilliti til þess að umferð gangandi vegfarenda hafi forgang og öryggi sé haft í fyrirrúmi og grænt ljós komi sem allra fyrst eftir að stutt hefur verið á hnapp. Því við eigum að auðvelda fólki að ganga hvort heldur sem til og frá vinnu eða skóla eða frístunda eða bara í lýðheilsuskyni fallega bæinn okkar. Það var bæjarfulltrúi Anna Salóme Ingiberga Jósefsdóttir lokið mál sín, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Já, góða forseti bæjarstjórnar og aðrir ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp á eftir bæjarfulltrúan Annu Salóme og er sennilega að fara að flytja mjög svipaða ræðu, en aldrei er góð vísa og oft kveðin. En þetta voru orðið í tíma tölu hjá bæjarfulltrúnum Brynju Hlíf Þorsteinsdóttir áðan sem mælti hérna fyrir þessu máli sem til umræðu. Öll sem hafa farið þetta svæði sem umræðir og sérstaklega í ljósið þess hversu vinsælt og mikilvægt svæði að ræða, þá þekkjum við hversu öfugsnúið þetta fyrirkomulag sem nú eru breytilegs betra. Íbúar á svæðinu hafa lengi kallað eftir þessu breytingu, svo kom fram að mér heyrðist í máli bæjarfulltrúans Brynju Hlífar hérna áðan. Og á íbúafundi sem haldinn var einmitt fyrir íbúa þessa svæðis og fór fram í Lundaskóla síðastliðið haust var áberandi hversu stór meirihluti fundargesta nefndu akkúrat þessi gatnamót, þessi umferðarljós sem eitt aðalatriða þess sem lagt að færa þyrfti í hverfinu. Og það er ekkert eðlilegt við það að gangandi vegfærendur, oft börn á leið í skóla eða í tómstundir, þurfa að bíða óþarlega lengi eftir grænakallinum við aðstæður sem skapa rugling og óöryggi. Og með því að breyta útfærslu á þessum ljósum í sama horf og annar staðar í bænum erum við að stuðla auknu umferðaröryggi fyrir akandi sem óvarða vegfarendur. Sem hlýtur einmitt að vera eitt af okkar aðalmarkmiðum sem bæjarfulltrúa að stuðla að auknu öryggi íbúa. En þó við greiðum hér atkvæði með þessari breytingu sennilega með glöðu geði öll sem eitt, þá skulum við samt halda hvort öðru við efnið og halda áfram á þessari braut, því að við eigum nefnilega loksins viðamikið og bitastætt plagg til að vinna áfram með. Og það auðvitað umferðaröryggisáætlun bæjarins 2025-2030. Þar sem einmitt þessi gatnamót og þessar úrbætur að finna í löngum lista yfir aðgerðir sem grípa þar til að auka umferðaröryggi á Akureyri. Í listanum að finna yfir 120 aðgerðir að ég tel við svona frjálslega talningu sem grípa þar til að tryggja öryggi allra vegfarenda í bænum, varðra akandi vegfarenda sem og óvarðra. Aðgerðir sem sérfræðingar hafa lagt mat á að séu nauðsynlegar eftir einmitt ábendingar frá bæjarbúum sjálfum. Ég bið því sérstaklega fulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráði að leggja við hlustið þegar ég kalla eftir því þegar í stað verði hafist handa
við vinnu til að útfæra tímasetta og fjármagna aðgerðaáætlun sem hrindir í framkvæmd aðgerðalistanum í umferðis- og öryggisáætlunum okkar. Og ég styð þessa tillögu og ég hlakka til að sjá hana verða að veruleika. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, ég mun styðja þessa breytingu. Ég keyri þarna daglega 4 til 6 sinnum. Það sem við verðum bara að passa upp á að fylgja eftir hámarkshraða. Mjög stíft fyrstu vikurnar og því ég fylgjast nú með krökkum hérna hjóla yfir stundum án þess að horfa, þannig að ég kem bara hér upp til að ítreka það að við í umsjá og hér í bæjarstjórn hvetjum lögreglu og fleiri til að fylgjast vel með fyrstu vikurnar og breytingar taka gildi, því að það tekur örugglega krakkana á og bæði fullorðna fólki á bílunum að venjast breytingunum sem eru mjög mikilvægar. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir góða umræðu og get tekið undir held ég allt sem hefur verið sagt og ekki síst það sem bæjarfulltrúi Sindri sagði er lykilatriði að það séu samræmi í virkni og hegðun á ljósum í bænum, gangbrautarljósum, þannig að krakkar og aðri vegfarendur bara viti að hverju þau ganga og samt eitt sem ég áttum ekki alveg á í þessu. Ég er nú búin að eiga þarna heima í þessu hverfi í 23 ár og fer þarna oft keyrandi eða gangandi eða hlaupandi og mér minnir endilega þetta sé þannig að ef maður kemur keyrandi þá sé grænt en ef það vill svo til að maður sé yfir 30 þá komi rautt á mann og þá sem sagt sjá krakkarnir sem að nálgast gangbrautina, þau sjá bílinn stoppa en það kemur ekki grænt kall fyrir þau. Það það skrýtna og þannig að aðalatriðið sé að þessu verði breytt og bara það gjarna til samræmis við öll önnur gönguljós í bænum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég get ekki alveg orðabundist núna því að ég er svona dæmigerður fyrir Akureyri hvað þetta varðar. Ég er búinn að ganga þarna í mörg ár og ég er búinn að bölva þessu og blóta, ég veit ekki hvað mörg ár. Í mínu horni eingöngu, ekki að láta í mér heyra, því að þetta hefur verið þannig að bíllinn hefur ávallt haft réttin. Hafi ég komið svipaleiti og bíla þá er bíllinn bara, hann tekur réttin, hann verður rautt og svo grænt. Hafa hann farið ögn yfir 30, síðan á 30 þá hefur hann bara minn rétti. Það er akkurat öndvert við það sem þessi ljós voru kynnt áður þau voru sett upp. Þar mætti ég á fundi upp í skóla og þar var einmitt skýrt frá því að gangandi myndi alltaf á græna ljósi sem hefur ekki orðið. En ég ætla bara að brýna ykkur með þetta, bæjarfulltrúar, og benda á þetta einkenni mitt og annar Íslendinga, hvað við erum ólíkir til dæmis Dönum og Þjóðverjum, að við nöldrum í horni, við sjáum eitthvað sem er ábótavant. Við förum heim og skömmum konuna fyrir það, nú eða þið kalla hana. Við látum sjaldnast í okkur heyra, við tökum ekki til máls á staðnum þar sem atburðurinn á sér stað. Þannig að við sem bæjarfulltrúar, við þurfum að sýna svolítið framtak. Við þurfum að ganga ögn hraðar en Jón og Gunna. Megum ekki bíða of lengi eftir því að loksins sjóðu upp úr því það er eitt einkenni okkar að við nuttum og nöldrum í horni og svo að lokum þegar okkur er fullkomlega nóboðið og þá látum við okkur heyra. Þess vegna vera kjörni fulltrúar að ganga hraðar en Jón og Gunna, ég, nágranni minn. Ég fagna þessari breytingu, þetta er flott og mjög svo tímabær og hafið í huga hvað ljósin eru búin að vera svona ómögulega í mörg ár án þess að við höfum gert nokkuð í því, annað en að nöldra og nutta í okkar horni eins og ég hef svo sannarlega gert. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið er laust. Sem gleyra ekki hvað sé hljóðs þess að geta samþykkið um ekki. Það er 11.